Komið sæl, þetta Ísland í dag og við ætlum að senda út frá kaffismiðju Íslands. Já, Spánýtt kaffihús hér. Þau eru sest hjá okkur Lára Ómarsdóttir og Sigtryggur Magnason til þess að fara yfir það helsta úr vikunni sem að líða. Ég veit ekki alveg hvernig ég á titlingu, þú ert titluð sem jákvæðasti atvinnuleysingi landsins í blöðum. Já, svo víst. Eða blaðamaður án atvinnu. Já, mér finnst það svolítið flottur titill, sko. Blaðamaður án atvinnu. Það svona eins og, læknir á landamæra. Þú lætur þetta ekkert á það þó? Atvinnuleysið? Ekki en þá allavega. Nei, ég er nóg að gera. Þú getur alltaf titlað þess að rithöfunda. Já, heyrðu, það er góð hugmynd. Þú ert akkurat með titilinn leiks, já. Það er náttúrulega örugt svolítið. Já, það er alltaf að maður hefur afsökun fyrir því að vera ekki neitt að mæta neitt í fastri vinnu, sko. Nei. Það er mjög sniðugt. Þú ert komin í þennan hóp fólks sem að missi vinnuna og ná sér fram og kannski að það verði ekkert auðvelt að vinna nýja vinnu. Og nú er fjöldahreyfing á netinu sem segir borgum ekki. Við vorum með viðtal í gær við hagfræðing sem sagði að það verði það allra versta sem geti gerst á Íslandi ef fólk hættir að borga. Finnst þér ríkisstjórnin vera að gefa nógu sterk skilaboð til fólksins í landinu? Nei, ég verð nú að segja alveg eins og ég er búin að vera að bíða, og ekki bara ég heldur, margir sem ég tala við, búin að bíða eftir því að fá bara þessi skilaboð hvað það er sem við þurfum að gera til þess að koma okkur út úr þessu. Þess að ég er nefnilega sannfærður það að við komum okkur út úr þessu. Við þurfum bara að fá að vita hvernig við erum að gera það og þá getum við öll staðið saman að því. En þetta hefur svolítið vantað og það koma misvísandi skilaboð frá ríkisstjórninni og frá Seðlabanka og fjármálaeftirlitið, hver og einn segir eitthvað og maður veit ekki almennilega í hvort fótinn maður á að stíga. Og það er eiginlega þetta held ég sem að fólki finnst óþægilegast, það er þessi óvissa. Kannski þú setur ykkur með? Mér finnst svona eins og blaðamannafundur Geirs svona frá upphafi, þetta er svolítið eins og að horfa á Lost. Það er eitthvað svona, það er einhver óhugnaður hann bak við og maður stendur upp sko eftir bara veit ekki neitt í rauninni. Það verður mitt blaðamannafundur bara núna rétt að það. Já, og það er bara serían búinn og það er svona ángríns þá er það virkilega það versta sem að hægt er að gera fólki er að fólk fái ekki upplýsingar. Ég fór í Ríkið síðasta föstudag, bara ársfjórðungslega náttúrulega. Og klukkan 6:30 í Skeifunni og það var hleypt inn í hollum. Það var rafmagnað að farið að hálfri búðinni og það var allt tómt í hillunum. Það var búið að fylla 3 ára á. Já, en var það ekki að því að það var búið að tilkynna? Jú, það var búið að tilkynna, en það er samt, þá upplifir maður einhver stemningu sem maður þekkir ekki. Þannig að maður fyllist einhverju svona bara, guð minn almáttugur, verður þetta svona? Og það er, ég held að raunsæi sé það besta sem er þetta færa úr. Ég er algjörlega sammála þessu, en þá getur maður bara verið undirbúinn, undir það versta og svo náttúrulega ef það fer betur. Þá er það bara plús, skilur við. En út af þessu með ríkið, þá langar mig að segja, sko, ég er búin að vera að heyra sögur þess efnis að það eigi að loka öllum reikningum í bönkum landsins. Að það sé eitt af skilyrðum IMF. Og svona sögur sem að enginn slær á, enginn svarar, loka öllum reikningum til þess að Íslendingar standi jafnfætis Bretum sem var lokað á. Þetta sé einhver málamiðlunartillöga sem sé í gangi. Þetta er ég búin að vera að heyra alla þessa viku og meira þess að þetta gerast í dag sem gerist ekki, þannig að það færist þá bara yfir mánudag eða þegar IMF samþykki lána þetta sé þetta skilyrðum. Og það eru svona alls konar sögur í gangi sem að stjórnvöldum hefur ekki tekist að almennilega svara eða koma með skýr skilaboð á móti og það er sama með Icesave. Við munum leita allra leiða, reyna hugsanlega kannski að greiða eitthvað hluta smá, ég veit ekki alveg. Það er þessi svör, þú veist, í alvegni. Þetta er svona. Og það er líka svolítið skrítið hvernig það eru ákveðnar skuldbindingar, svona lagalega skuldbindingar eins og gagnvart Bretum og eins og gagnvart Íslendingum, eins og með peningamarkasjóðina. Nú er búið að greiða 300 milljarða inn í þá. Þetta eru sjóðir sem voru ótryggðir fyrir. Þannig að það voru verið að velta skuldum upp á morgundaginn til að geta borgað þeim sem voru að spara í gær. Og þetta er svona, það er ekki the new deal, heldur eru við sem sagt að skuldsetja framtíðina til þess að geta borgað þeim sem gátu lagt fyrir í fortíðinni. Og þetta finnst mér svona, þetta er ekkert sjálfsagt. Það þarf svolítið að útskýra af hverju hvaða hagfræði, ekki það að maður sé nú mjög viljur að trúa hagfræði svo sem þessa dagana, en hvað liggur að baki? Og sko, við náttúrulega megum svo sem kannski ekki vera með mjög afdráttarlausa skoðun sem blaðamenn, þið megið rífa ekki aft, en þessi blaðamannafundur í dag, með fullri virðingu, hann var bara puff. Það hefði ekki bara verið betra að sleppa honum. Já, en ég held líka, af því að ég hef nú verið að skrifa pistla í lesbók Morgunblaðsins núna, ég hef verið 3 ár fjölmiðla, að þetta hlutleysi sem er farið fram við fjölmiðla, það er í rauninni
samþykja á því að taka afstöðu með ríkjandi gildum, taka með ríkjandi afstöðu með því sem hefðbundið og ríkjandi. Þannig að það í sjálfu sér afstæða að vera hlutlaus. Þannig að þá stillir upp, hringir í einn sem segir þetta, hringir í annar sem segir eitthvað annað, annar lýgur. Mjög líklega. En þar, þú leggur ekki mat að lesandi vera að dæma það. Og þetta, til hvers þá þessi milliliður? Ekki bara hafa bloggsíður. En hvað, ég meina, eins og þessi blaðamannafundur í dag, það ekki eins og það sé ekki mjög margt sem þurfa að segja. Af hverju ekki gert eitthvað til þess að róa fólkið? Af því það er það versta sem gerist. Ef að fólk verður svo órólegt að það verður bara einhver anarkismi hérna. Af hverju ekki, getið þið lesið eitthvað í þetta? Af hverju er fólk ekki róað? Mér finnst bara eins og það hafi allt þetta tímabil frá því að Glitnir var tekin yfir, hafi einkennst, fyrstu 2 vikurnar einkennst bara því að menn vissi ekki alveg hvað það var átt að gera. Og það var svona, hey, prófum þetta, prófum að hérna festa gengi, prófum að lækka stýrivexti, prófum alltaf prófa sér eitthvað áfram. Og hérna það bara eins og það ekkert vita almennilega hvað ætti að gera. Hreinlega, bara verið ráðþrota. Síðan ákveðið að sækja þetta IMF-lán. Og það búið að hanga yfir okkur núna hvað í 2 vikur. Og hérna enn engin svör það hvort þetta verið afgreitt og hverjir skilmálanir engin umræða á þinginu sem að manni finnst afar einkennilegt. Maður hefði haldið í lýðræðisríki að væri allt upp á borðum, allir fengi að koma með sína skoðun, blaðamenn fá ekki að sjá þetta, það fær enginn að sjá neitt. Og ég veit ekki af hverju þið skýrir þetta ekki út, en á meðan þeir gerir ekki, og meðan það kom ekki skýrsvör, þá lítur þetta út eins og þeir viti bara ekkert hvað þeir að gera í rauninni. Það lítur allavega þannig út fyrir mér sem leikmanni. Ég held að það sem sumir hafa verið að kalla eftir sterkum leiðtoga og maður svona sterkur leiðtogi, hvað það? Ég held að þurfi mann þarna í Brúna sem hefur sjálfstraust til þess að fá fólk til liðs við sig, sem ekki einhverju komplexa eða með einhvern farangur eins og Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega óneitanlega með. Að Sjálfstæðisflokkurinn, þeir verða að viðurkenna það að þeirra hugmyndafræði hún gjaldþrota. Og það ekki bara hugmyndafræði sem gjaldþrota, þjóðin nánast gjaldþrota. Fólk að missa vinnuna og heimilin að vera gjaldþrota, og menn verða að horfast í augu við það. Að þeir til þess að geta haldið áfram, þá verður að viðurkenna það. Þetta bara eins og alkohólismi. Það annað sem ég finnst líka að þurfa að gera, það að leggja aðeins pólitíkina til hliðar. Við þurfum að standa saman núna. Við erum ekki að vera að velta því, kasta á milli, stjórnarflokkarnir ekki að vera að kasta á milli, já, við viljum nú fara í ESB, ekki við, eða rífast það hvort að seðlabankastjórinn eigi að sitja eða ekki sitja, eða hvort að Sjálfstæðisflokkurinn er að klofna eða ekki klofna. Núna, sem aldrei fyrr, þurfa allir að standa saman og vinna okkur út úr þessu. Síðan þetta pæli þessari pólitík bara seinna. En það pirrar mér rosalega að þessar diskussjónir skuli verið í gangi akkurat á þessu augnabliki. Þessi pólitík. Einhver möguleiki fyrir okkur að vera jákvæð og bjartsýn núna? Já, látt í svona. Ég er bara eins og Sölvi, við erum ótrúlega reið. En reiðin náttúrulega getur verið mjög svona jákvæður drifkraftur. Það bara beinin í einhverja rétta á. En núna þessi óvissa held ég sem er mjög vond í blönduna. Þannig að það þarf bara að leggja svolítið spilin á borðið, held ég. Hvað nýtt upphaf? Sjáu þið fyrir ykkur að væri til dæmis möguleiki að það væri fengnir okkar... Bankastjórna til dæmis sem formann bankastjórna, það er mjög góð að byrja. Ef okkar færustu hagfræðingar væri fengnir og ríkisstjórnum myndi eins og segir viðurkenna hún þyrfti hjálp og það yrði bara gefið út, við erum hérna að leita til okkar færustu fræðimann og þeir fá bara dálítið að taka stjórnina. Ég finnst bara reynslan af þessi frjálsa þessi banka, frjálsa flæði, peninga og allt þetta er svo ung á Íslandi, hún er eitthvað 6-8 ára og ég held að ég efast að sá sérfræðingur sér til hér. Ég myndi bara vilja fá eitthvað ellendis frá, bara til þess að koma og hjálpa okkur gegnum þetta. Þeir eru bara viðurkenna það að þeir þurfi hjálp. Ok, IMF kannski að hjálpa okkur einhvern á, en við fáum ekkert að vita hvernig eða hvað. Haldið að það myndi slá á reiði fólksins? Er það kemur utanaðkomandi aðili og fólk fengi á tilfinninguna þessi ráðandi öfl núna myndi aðeins víkja? Ef það væri þannig að þeir sem kæmi eða sá sem kæmi myndi bara strax kynna, eða mjög fljótt kynna, við viljum að gera svona, það sem við viljum frá ykkur er þetta, hitt og þetta, þannig að allir viti hvert þeirra hlutverk er í framtíð Íslands. Þannig að ég held að Íslendingar vilji taka þátt í að byggja landið upp aftur og við erum bara að bíða eftir einhver sem bara, já, dríf þú þig núna, þú ferð og skúra þetta gólf og ég skal skúra þennan vegg og ég skal skipa þér upp. Það sé bara einhver verkstjóri og þá erum við öll tilbúin, eins að Íslendingar vinna manna mest
59% þjóðarinnar hefur verið á atvinnumarkaðnum þar til nú. En ég meina, við erum viljug til þess að vinna og það þarf bara að segja okkur hvað við erum að gera. En ég held að það sem blasir síðan við okkur núna er svolítið að á síðustu árum og áratugum hafa þessi kanalar fyrir til að virkja fólk, til þess að vinna, þeir hafa verið brotnir svolítið niður, bæði innanfrá og síðan utanfrá. Og maður horfir eins og til dæmis á verkalýðshreyfinguna, þá er hún er mjög veik. Og rauninni einu fréttirnar af henni eru að formaður eins stærsta félagsins sem var í stjórn Kaupþings. Og þetta er ekki, það sem vantar er lýðræði. Og það vantar að flokkarnir hafi leitað meira niður í grasrótina og virkað fleiri. Þannig að núna þurfum við að bera ábyrgð hvert fyrir sig til þess að vinna þetta traust. Og þú getur ekki treyst á neitt rauninni nema sjálfa þig til þess að gera þetta. Þannig að núna horfir þjóðan upp á það að það eru hérna nokkrir, einhver staðir niður við Tjörn eða hvað sem þeir eru, staddir þá þegar, að þú verður að koma inn í og þú getur ekki afneitað þessu. Og það er eins og ríkisstjórnin. Og það eru 3 og 3 ráðherrar, þetta eru 6, allt innu hangir, sko allt Ísland á herðum 6 manna. Í staðinn fyrir við erum með þing sem er það sem 63 eru kosnir inn og þeir eru ekki að gera neitt. Og það eru bara 3 ráðherrar úr hvorum flokki, eitthvað að rotta sig í ráðherrabústaðnum eða hvar þeir eru. Og annar hann í turninum, rétt hjá tónlistarhúsinu, sem kannski rís. Rétt í blálokinu mitt, örstutt, myndvikunar var þessi seðill af Davíð Oddssyni. Já, aðeins, og með stuttan tíma. Hvernig finnst þér þetta? Þetta er náttúrulega, já. Táknrænt. Ég myndi vilja eiga þessa upptöku af því þegar þessi seðill var réttur og sveitina manneskinni sem tók upp peningunum. Nei, það hefur ekki komin í svipur, en hún bara tók bara 10.000 króna seðilinn og gaf 7.000 króna tilbaka, eins og ekkert verið sjálfsagt. En sá sem rétti 10.000 króna seðilinn, svipur þegar hann fékk svo tilbaka 4.000. Ég held að það hafi ekki verið ætlum. Það stod bara, já, best að stinga sér bara í vasanum og drífa mig heim. Hann er seldi flottur kallinn, Það er kannski verðbólgan verið svo mikil að við fáum svona seðil innan skams. Jæja, gott að fá okkur. Takk fyrir komuna. Og ég vona að þú fá vinnu sem fyrst. Já, þetta verður ekki mál.